Jesus, við lofum þig í dag. Við lyftum nafninu Jesus. Come, let us worship our King. Come, let us bow at his feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how his love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, heroes of heaven, you conquered the grave to see every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Velkomin í dag, velkomin á samkomu, við erum komin til þess að lyfta drottni upp, má ég heyra amen. En orðdagsins nafndrottins sterkur turn, þangað hleypur hinn réttláti og óhultur, Ormskviðurnir 18:10. Og það svo mikilvægt að þegar lífið dynur á okkur, þá svo gott að hlaupa inn í klettin sem drottinn, má ég heyra amen. Við ætlum að lofa hann í dag, við ætlum að gefa honum dýrðina og við ætlum að vexa með drottinn. Never overcome, faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. And God, you do great things. Oh, freedom of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Jesus, hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you have done great things. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Við lofum þig og við þökkum þig fyrir hver þú ert. Þú trúfastur drottinn. Við erum hér til þess að lyfta upp þínu nafni, drottinn. Við erum að hefja upp þitt nafn.
Því þú ert okkar drottinn. Þú kemur inn í aðstæður hjá okkur, drottinn Jesús, og við viljum þakka þér fyrir hver þú ert. Halleluja, takk Jesús. Heilagur. syngjum saman. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the high. Má ég heyra ykkur syngja halleluja.
ert hósanna hæstur, hæstum hæðum, drottinn Jesús. Þú snertir við okkur í dag, drottinn Jesús, með heilugum anda og eldi, drottinn. Og ég þakka þér fyrir að við stöndum hér í dag og við fáum að vexa á þig, drottinn. Við fáum að lyfta upp þér, drottinn. Þú ert almáttugur, þú ert alnálagur, þú ert alvaldur, drottinn. Þú ert upphaf alls, þú ert endir alls og þú ert allt þess á milli, drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að ég fá að lofsyngja þér í dag. Helgist þitt nafn, drottinn. My words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my head, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one praise bar, I got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord.
get any bigger. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fits what I need, except for a heart singing hallelujah, hallelujah, Takk, Jesús. Þvílíkur Guð sem við eigum. Halleluja. Við ætlum að syngja, við ætlum að gefa Guði, það er eins og þið sjáið, það er svolítið fátæklegt hérna hjá okkur á sviðinu. En Guð er hér á meðal okkar, má ég heyra amen. Ég var með lúnabólgu í vikunni og er ennþá að drepast sem sagt, elsku Daniel, elsku Beggi, þú er að tromma aðeins herra, það heyrist ennþá í mér. En við erum komin til þess að lofa Guð. Þetta er eins og Callum sagði við mig áðan, er að viljugt hjarta. Það er eina sem þarf. Ef ég get komið á staðinn, þá getur Guð nota rest. Ef ég set, þetta skiptir, ég skipti ekki máli. Það er Guð sem skiptir máli. Ef Guð getur nota þetta, þá er ég til. Ef Guð getur nota hann líka, þá er ég til í það líka. Halleluja. En við ætlum að syngja King of Glory. Og þið ætla að syngja rosalega hátt með mér af því að þið þekki þetta lag. Er það ekki? Einmitt. Og Callum, you're gonna sing very loud. Yes, thank you. Amen. Yes, the world down to say you are God. Every man bow down to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? Kingdom glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Kingdom glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the world bow down to say you are God. Tack Jesus. Every man bow down to say you are King. Helgist þitt nafn. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. Kingdom glory, fill this place. I just wanna be with you. Tack Jesus. I just wanna be with you. Helgist þitt nafn. Kingdom glory, fill this place. I just wanna be with
sing hallelujah until you come again. And I'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence till you come again. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will sing hallelujah till you come again. Hey, Lord Jesus. Dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Syngjum þetta saman. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Syngjum þetta einu sinni enn. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna. Má ég heyra ykkur syngja? Glory, fill this place. Just wanna be with you. I just wanna be Einu sinni enn syngja saman. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Takk, Jesus. Halleluja. Nú þegar hjörtu okkar hafa verið að opnast í lofgjörðinni, þá viljum við leyfa því sem Guð er að gera, flæða áfram, því að Páll kennir okkur að gjöfin eigi að koma í friði og trausti og við viljum vera í þeim anda. Og það er lítið vit í því að mýkja upp jörð og sá ekki neinu ofan í hana. The soil's soft and not sow anything. En kæru vinir, okkur í Smárakirkju langar að tala næstu sunnudag gjöf sem byrjar inni í inníinu. That starts in the innermost. Við viljum taka okkur aðeins hægar í dag, ég á inni nefnilega, því að það eru 3 skipti sem ég talaði undir 5 mínútur. Ég ætla að taka þau út núna, en ég fer ekki yfir 10, ok? Orðið, mér langar að við sjáum hvernig orð Guðs lýsir hvað gjöf er. Þetta er ekki krafa, þetta er ekki tækni, þetta er afleiðing lífs sem hefur fundið skjól. Vegna þess að þegar við skiljum þetta, hverfur bæði ótti og ruglingur og hjartað helst opið. Og þetta byrjar allt eins og orðskvöðurnir 18 segja, af því að það er 18 í dag. Nafn Drottins, hvað kemur svo? Já, og þangað hleypur hinn réttláti og er þar óhultur. Þetta er ekki ljóð, þetta er lýsing á því hvað hjartað finnur öryggi. Það er allir sem hlaupa eitthvert, eins og alkoholista, hann hleypur þótt að enginn sé eldan.
Spurningu bara í hvaða turn þetta hlaupa. Ef hjarta hleypur í sterka turn, þá róast það. Ef hjarta reynir að byggja sinn eigin turn, þá hreppist allt að. En hvað er þetta inn í inníinu? Það er akkurat hvaða turn er valinn og hvar við veljum að standa. Að því að Guð byrjar ekki á höndunum okkar, hann byrjar á inn í inníinu. Það er allt innan frá og út. Inn í inníinu er staðurinn þar sem enginn horfir og þar sem ákvarðanir verða til. Þar velur hjartað, treysti ég Guði eða þarf ég að verja mig sjálfur. Þetta er alveg svo, þarf ég að verja það því ég heyri talað samskot, hvað gerist í hjartanu? Fer ég í panik? Hvað ger ég því ég heyri, þetta er óþægilegt. Jesús, hann sagði þetta sjálfur. Mjög einfaldlega, að gnaði hjartans mælir munnurinn. En það er turninn og rótin. Nei, býtu. Já, hérna er það. Fast forward. Sko, þessi innri sannleikur heitir í Biblíunni logos. Það er orðið fyrir það sem móta hjartað áður en eitthvað gerist. Þess að gnaði hjartans mælir munnurinn. Og rótin og turnu þau vinna saman. Inn í inníunni eins og rótin á tré. Það sér engin rótina, en hún ræður því hvort að tréð ber ávöxt. Sterki turnin er ekki utan við tréð, hann er öryggi sem rótin sækir í. Ef rótin er föst í sterka turnunum, kemur ávöxturinn bara eðlilega. Ef við reynum að hengja ávöxt á tré, án þess að rótin sé í skjóli, þá verður bara allt svona gerfilegt. Þegar mótun vantar, þá fer allt úrskeiðis. Og hér er mikilvægt atriði. Það eru 2 leiðir sem við kirkjufólk höfum heyrt sem hafa reynt að hjálpa okkur til þess að eiga að gefa, en þessar leiðir hafa sleppt turnunum. Annað heitir velmegunar guðfræði og hún segir bara gefðu og þá færðu. Prosperity. Vandinn er ekki að hún talar gjöf, vandinn er að hún færir hjartað úr sterka turnunum inn í viðskipti. Þá þarf ég að fara að halda svona söluræðu. Svona eitthvað multimarketing. Gjöfum verður tækni, ekki afleiðing trausts. Hin liðin er það sem við höfum kallað hypergrace. Það er allt náð, ekkert að hugsa, engin mótun. Náðin er ekki vandamálið. Vandi kemur þegar hún er kennd þannig að hjarta lærir ekki hvar skjól þess er. Ef ekkert mótar hjartað, þá breytist lífið ekkert. Þá verða orðin mjög morg og lífið fylgir ekki alltaf á eftir. En ferli sem orðið kennir, af því að það er aldrei neitt shortcut hjá Guði. Af því að orð Guðs kennir ferli. Og það virkar svona samkvæmt reikningunu. Logos, hjarta sem lærir hvar sterki turnin er. Logoi, orðin sem fara að endurspegla trausti, það fyrir að heyrast á orðræðinu hverjum þú traustir. Og það fer yfir í logia. Lífið fer að flæða út áreynslulaust hvað þú gerir. Make it sense? Ok? Þetta er hjartað, orðið og líf. Og nú kemur líkisetningin. Þess vegna notar Páll orðið samskot í 1. Korinthus 16, logia. Ekki að því að hann sé að safna peningum, heldur að því að hann er að lýsa niðurstöðu líf sem hefur fundið skjól í sterkum turni. Að því að hérna í Smárakirkju, við erum ekki að kenna ykkur að gefa, við erum að kenna ykkur að treysta.
Gjöfin ekki boð, hún merkið hvar hjartað býr. Og gjöf, hún rýmur af því að tunninn réttur. Og í sama orðskviði 18 það segir, gjöf sem maður gefur rýmir til fyrir honum. Ekki af því að hún opna dyr, heldur af því að hjartað ekki lengur þröngt af ótta. Og í sama kafli þá segir, auðmýkt undanfari virðingar. Auðmýkt ekki að gera sig lítinn, hún að hvíla á sterkum turni og þurfa ekki að verja sig. Þú þarft ekki að verja þig þegar við erum að tala samskot, þú þarft ekki að fara í panik. Ég ekki með neitt pening. Allt í lagi. Gjöf og auðmýkt systur, báðar fæðast þar sem hjartað óhult. Og Páll segir, akkurat í 1. Korinthubréfi 16, leggið fyrir heima hjá ykkur sjálfum reglulega. Af hverju heima? Þar engin þrýstingur, engin sviðsetning, engin stemming, það engin að plokka með ykkur að sölura, þú og Guð. Þetta það sem segir í orðinu. Það bara þú og spurningin í hvaða turni hjarta mitt. Og mjög einfallega, þess vegna segjum við þetta í dag, við erum ekki að kenna fólki að gefa, við erum að kenna fólki að hlaupa inn í sterkan turn og treysta. Og ef þú gefur í dag, þá gerur það í algjörum friði. Og ef þú gefur ekki, haltu þá alveg friðnum. Af því að það segir eins og efni leyfa. Vegna þess að Guð ekki að leita peningum, hann að móta hjörtu. Og við vitum hvar skjól þeirra Og þegar hjarta finnur skjól í sterkum turni, þá bara fylgir höndin með. Svona virkar þetta samkvæmt orðinu. Faðir, ég þakka þér fyrir að orð þitt beittara hverju tvíeggjusverði. Það smýgur milli innstu fylsni hjarta, liðamót og mergja og dæmir hugsanir og hugningar hjarta okkar. Drottingu, ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem gefur hér í dag í algjörum friði. Að því við vitum hver þú ert, sterki turnin okkar. Drottin, blessa þig einn og sérhvern, megi þessi samskot vera mikilvirk í Guðsríkinu, drottin, að margir mættu heyra fagnaðarerindið. Ég blessa einn og sérhvern inn í þessa komandi viku, mættu vera velvild og velvild og opnar dyr og opnar dyr. Það sem tækifæri til að tala þig, Jesús, í nafni þínu. Amen. Amen. Við viljum halda fram að lofa Guð. Og endilega rísi á fætur og lofum Guð aðeins meira. My cross you bore, so I could live
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Halleluja. Verði setið nafn Drottinn Jesús, halleluja. Við vexum nafnið þínu, Drottinn Jesús. Helgist þitt nafn, Drottinn. Ég þakka þér fyrir hver þú ert, Drottinn Jesús. Hann svo innilega verðugur, Jesús. Takk, Jesús. Blessað sé nafn þitt. Blessað sér þú, Drottinn. Heilagur ertu, Drottinn Jesús. Lord, bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give peace. Lord, bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give
and 1,000 generations, your family, your children, and the children, and the children. His favor be upon you, and 1,000 generations, your family, your children, and their children, and the children. His favor be upon you, and 1,000 generations, your family, your children, and the children, and the children. His favor be upon you, and 1,000 generations, your family, your children, and the children, and the children. His presence before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, when you're coming, when you're going, when you're weeping. He's for you, 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 He's for you. Favor be upon you, 1,000 generations, your family, your children, and the children, and the children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening. You're coming, you're going, you're weeping. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you, He's for you. Upon you, 1,000 generations, your family, your children, and the children, and the children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you. He's with you, He's with you, He's with you, in the morning, in the evening. You're coming, you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Halleluja, hann á morgni, hann á kvöldin, hann allt í kringum okkur, hann fer með okkur alla leið, alltaf, halleluja.
Tack Jesus. I'm just going to speak in English because I know there are many people that don't understand. So I'm just going to speak in English a little bit. You know what amen means? Not everybody knows that. It means so shall it be. And I think when we listen to the word of God, it's so important that we don't listen, but we receive it. When we say so shall it be, like this song said, amen, you're actually saying the word of God will quicken in my life. It's not just going to be something that I hear, it's actually going to be a part of me. That's what we want. We want the word of God to be a part of us. Can I hear an amen? Hallelujah. God is good, like you can hear. Everybody's been sick this week, but we know that God is faithful and he can heal. Amen. Do we know that? Amen. I'm not really sure. Do we know that? Amen. Hallelujah. Let's arise and pray. Hallelujah. There's been like a lot of people going into the influenza, but there's healing in the house of God. I just wanted to come today because I didn't really feel like it, but I know every time that I come to the house of God, I can sense his healing. That's why I wanted to come today. And maybe you're not dealing with the influenza. Maybe you're dealing with anxiety. There's a lot of people in Iceland dealing with anxiety. God has healing for you. I just want to speak life over you. God has healing in his house today. And it says, where 2 or 3 have gathered in his name, there is healing. We can be in unity and we can declare. And that's what we're going to do tonight. Can I see everybody lift up their hands? It's a sign of surrender to God. Lift up your hands and just surrender to God right now. We just want to pray. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, drottinn. Ég lyft upp nafnið þínu, drottinn, og ég þakka þér fyrir trúfesti þína. Drottinn, ég bið fyrir kirkjun okkar, drottinn minn. Ég bið Jesus bara að lækna það sem að þarf að lækna, drottinn. Ég bið að endurleysa það sem að þarf að endurleysa, drottinn minn. Ég bið, drottinn minn, að gefa okkur nýja sýn, drottinn minn. Harabashiak, ég bið, drottinn minn, að vilji þinn nái fram að ganga. Og ég bara bið Jesus að kirkjan rís upp nú sem aldrei fyrr, drottinn. Við ætlum að taka ný landsvæði, drottinn minn Jesus. Við ætlum ekki að láta drottinn fortíðin að vefjast fyrir okkur. Við ætlum að stíga inn á nýtt landsvæði. Við ætlum að taka nýtt land í Jesu nafni. Og drottinn, ég bið fyrir Gunnari þegar hann deilir litlu hérna á eftir. Og ég bið líka fyrir Callum þegar hann predikar hér á eftir. Og við biðjum í Jesu nafni og allir liðinni sagði. Before we hear the word of God, I'm going to ask my boy to come and share a little bit from the book of Galatians. In Jesus' name. Já, við erum ennþá í Galatabréfinu, það víst. Smá uppbyrjun, þangað sem við vorum komin. Hann búinn að færa þarna rökina Páll hérna fyrir því að réttlæti fæst bara fyrir trú. Hann búinn að færa rök fyrir því að trúin komin, þá erum við ekki lengur undir lögmáli, heldur undir náð. Hann búinn að færa rök fyrir þessum öllum málum og nú hann að fara út í hvernig þú ert núna í Kristi Jesú. Með því að trúa á Jesú Krist eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skýrt til samfélagsins Krist hafið íklæðst Kristi. Og hann segir allir, að því allir konur og menn. 26 til 27. Reyðið það. Þetta þýðir bara konur og menn, börn, allir. Það engin greinamunur. Það eru allir sem geta tekið þá ákvörðun að fylgja Jesú Kristi. Það geta allir fengið þá ákvörðun að gera Jesú Krist að frelsara sínum í lífinu. Og þá bara spurningin, hvernig virkar þetta? Páll sagði það í Rómarbréfi 8:14 segir, allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þetta ekki flókið. Sumir halda, ég þarf að gera eitthvað til þess að fá að vera Guðsbarn. Ég þarf að vinna mér inn punkta frá Guði. Nei, þá ertu komin í lögmálið. Þá ertu komin bara á nákvæmlega sama stað og allir Galatamenn voru á.
þeirra fagnaðar erindi, sem Páll segir bara að þetta er ekki fagnaðar erindi, gekk út á það að þú þyrftir að gangast undir lögmáli, gangast undir gyðindóminn og síðan myndir þú taka á móti Jesú Kristi sem frelsarinn. En Páll nota Galatabréfið og segir, nei, þetta er ekki þannig. Þið sem leiðist af andanum, segir hann í Galatabréfinu 5:18, þar segir hann, þá eru þið ekki undir lögmáli. Ekki flókið. En svo ég seti líka örlitla, pínu litla pressa á okkur. Þá er ég ekki að segja að þegar við erum orðnir Guðs börn, að við erum að hafa okkur hvernig sem er. Það er bara það gengur ekki. Þá fer ekki sama hljóð og mynd. Mér finnst best að útskýra þetta svona. Rómverjabréfið 12:2 segir, við erum að endurnýja hugarfarið. Það er að segja, þú ert búinn að taka á móti Jesú Kristi, það átti ekki að hugsa eins og trúleysingjarnir, þú ert að endurhugsa þínar nýju hugsanir. Það er að segja, ég hugsa þetta svona, ég ætla að koma hingað og ég ætla að endurnýja hugsuna mína. Og ég læt hið góða, eitthvað sem er gott í lífinu, sem Guð hefur búinn að fyrirætla mér, góða, fagra, eitthvað sem er fallegt, góða, fagra, og eitthvað sem er fullkomið. Og þú leyfir því að taka yfir líf þitt, ekki að lifa eftir þessu gamla sem er alltaf að benda þér á, eins og heimurinn er alltaf að segja þér. Heimurinn segir, gerðu þetta, gerðu þið. Nei, Guð Biblíunnar er með fullkomna fyrirætlun fyrir þitt líf. Fyrir mér vers 27. Þið öll sem eru skírð til samfélagsins Krist hafið íklæðst Kristi. Við í kirkjunni skýrum ekki til dæmis börn. Það gerum við ekki. Það er ekki biblíulegt. Bara hvort sem að fólk líkar að betur eða verð, það er ekki biblíulega rétt. Það er ástæða fyrir því okkur að segja fyrst í versi 26, svo við lesum þetta í samhengi, þið eru öll Guðs börn, þið sem hafa tekið á móti Kristi Jesú. Þá eru hann Guðs börn. Það er ástæða fyrir því að hann segir ekki, þið sem eru skírðir til samfélagsins Krist, svo takið trú á Jesú Krist. Það er ástæða fyrir þessu. Hann er að segja, þið þurfum fyrst að trúa, svo skýrast. Og þegar þið skýrist, þá verður það íklæðast Kristi. Þegar þú skýrist, þá ferðu hann í vatni. Þegar þú trúir, þá ertu búin að endurfæðast í hinu náttúrulega. Svo þegar þú skýrist, þá skýristu í hinu náttúrulega. Nýtt líf er byrjað. Þannig virkar skýrtin. Þetta er mikill leyndardómur, eins og ég myndi segja þetta. Það var þetta bara komið. Takk, Jesús, fyrir náð þín og miskunn, Drottinn. Ég þakka fyrir þennan dag, Drottinn. Ég þakka þér að við fáum að koma saman og lyfta þér upp, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Drottinn minn. Ég þakka þér, Jesús, að þú ert alfa og þú ert omega. Þú ert upphafið og þú ert endurinn, Drottinn minn, og þú ert allt þar á milli, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að þú kláraði verkið á krossinum á Golgata. Ég þakka þér, Jesús, að við erum hólpin á náð en ekki á verkum. Við getum aldrei endurgoldið fyrir það sem þú gerðir á krossinum, en það væri þetta ekki lengur náð, þetta væri lán, en við getum aldrei endurgoldið fyrir þetta. Heldur kláraður alla pakkan fyrir okkur á krossinum og við fáum að vera Guðs börn bara fyrir því að trúa þig í Jesús. Og ég bara bið fyrir einum og sérgrunn, Drottinn minn, hér inni að þú gefa okkur opinbera skilning á fagnaðarerindinu, gefa okkur opinbera skilning hver þú ert, Jesús. Og við bara biðjum á allir okkar göngu að gefa þitt dýrðina og ég bið fyrir Kanón þegar hann talar orð þitt á eftir, með smyrja vari hans á tungu, Drottinn minn, gefa hann orð að mæla, Drottinn minn. Ég bið fyrir Hilmari þegar hann túlkar eftir, smyrðu vari hans á tungu og allir okkar göngu svo ítrykka, gefum honum alla dýrðina. Í Jesú nafni, amen. Wonderful. Don't you just love it? Yes. When God confirms what He wants you to share. Ekki alveg yndislegt þegar Guð búinn að staðfesta það sem ég ætlaði að deila með ykkur. The pressure's off, it's all on Him. Engin pressa, þetta hvílir allt á honum. Yes, Lord. We just pray that you would just use us as your vessels today. Nota okkur bara sem þín kér, Drottinn. Speak to us, encourage us, uplift us. Talaðu til okkur og lyfta okkur upp. And say what you want us to say, Father. Og segðu það sem þú vilt segja. Yes. In Jesus' name. Í Jesú nafn. Amen. Amen. For in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Því fyrir Jesú Kristi eru þau synir og dætur
Guðs fyrir trú. So today I'm going to speak on a Hebrew word called imonía. Ég ætla í dag að tala hebreskt orð sem að heitir imonía. The English word for that is faithfulness. Enska orðið trúfesti. Faithfulness. Trúfesti. Now some of us may brush that aside. Sum hafa kannski svona sett þetta til hliðar. Oh, that's just about belief or faith. Ja, það bara eiginlega að trúa að geta trúað. But actually when you understand what the Hebrew meaning of that word is, En þegar þú skilur hvað þetta hebreska orð þýðir, it implies something totally different. þá kemur í ljós alveg allt annað. It's talking about steadfastness, Það talar þessa staðfestu. loyalty, Það þessi heilindi. active trust, Að það eitthvað traust sem að verkandi. reflecting a deep commitment to God. Að það sem að kemur í ljós þessi að þú ert djúpt gefin Guði. Not just faith. Ekki bara trú. We would be short changing ourselves if we had to stop there. Við varum að svíkja okkur sjálfu ef við stoppuðum þar. And when you reflect on that definition, Og þegar þú íhugar þessa útleggingu, no one here could put their hand up and say, that's not God. og það enginn sem getur rétt upp hönd hér og sagt, já nei, þetta ekki Guð. That is 100% how God has been in my life En þetta akkurat svona sem Guð hefur verkað í mínu lífi and each one of our lives here today. og í lífum okkar allra hér inni. But I'm not here to talk about our God. En ég ekki hérna til að tala Guð okkar, I'm asking, does that reciprocate how we live for Him? en heldur að varpa ljós á hvernig við lifum fyrir hann. I mean, we started this year off with a bang. Og við byrjum þetta ár með kvelli. We've had 3 powerful messages. Við höfum fengið 3 kröftug skilaboð. And not just tick the box. Okay. Ekki bara svona til þess að merkja í bóksið, já ég okay hérna. 3 profound words. 3 mjög svo mögnuð orð. Life-changing words if we take them and apply them in our lives. Þetta lífbreytandi orð ef þú leifir þeim að verka í lífiðinu. They will change us. Það breyta okkur. If we focus, Ef við einblínum, if we have perseverance, ef við höfum úthaldið, if we have steadfastness, staðfestuna, if we have humility, auðmýktina, if we know who we are in Christ, ef við vitum hver við í Kristi, and we are worried about our character. og þá við aðeins að líta á karakter okkar. If you didn't listen to Sibba's message 2 Sundays back, go and listen to it. Ef þú hlustar ekki á boðskap Sibbu fyrir 2 vikum, þá skaltu hlusta aftur á hann. I'm doing her an injustice trying to summarize it here. Það ekki sanngjarnt að ég reyna að raða því öllu saman hér fyrir þig. Stefan last week Friday preached on making small adjustments. Og Stefán Salomonsson, hann prédikaði að gera svona litlar smávægilegar breytingar, fínstillingu. Inquire of the Lord. Að spyrjast fyrir af drottni. Then do exactly what God tells you. Og gera svo akkurat nákvæmlega það sem Guð segir þér. Exactly what God tells you. Nákvæmlega það sem Guð segir þér. Moses inquired of the Lord because the people were crying out for water. Og sagan af Móse þar sem fólki var að hrópa eftir vatni. The first time God said to him, go and strike the rod with your cane, with your stick, with Og your fyrst staff. þá sagði hann honum að sláðu í klettin. The second time the people cried again, Moses came to the Lord and inquired of the God. Og í seinna skipti þegar fólki var að væla og þá kemur hann og spyr drottin. God says, speak to the rock. Þá sagði drottin, talaðu við klettin. Moses says, oh, I know how to do this. I know how to do Og this. Móse I know sagði, how to þetta do ekkert this. mál, ég kann þetta alveg. This is my strength. I've done this before. Þetta styrkleiki minn, ég hef gert þetta svo oft áður. Boom, he hits the rock with his Og staff hann again. slær klettin. Water comes out, Vatni kemur út, but the consequence was significant for Moses en afleiðingarnar eru alvarlega fyrir Móse. because he didn't see the promised land Því að hann fór ekki inn í fyrirheitarlandi because of disobedience. út af óhlýðni. And the same for us. Og sama með okkur. David inquired of the Lord. Daginn sem við spyrjum drottin, He told him, go up straight and attack them, the Philistines. nei, Davíð, þegar hann spyrði drottin, og Guð segir, farðu og ráðast, þú mátt ráðast á Filisteana. David obeyed. Davíð hlýddi, He had victory. hann fekk sigur.
Same situation. Sömu kringustæður A aftur, little bit later, örlítið síðar, Philistines again. Filistearnir ráðast aftur David inquires of the Lord. og Davíð leita drottins Go around behind them. og þá segir hann, farðu svona aftan við það. Same enemy, Sami óvinur, same request, sama eftirspurn, but different instruction from God. en mismunandi svar frá drottni. Don't rely on your strengths and gifts. Ekki reiða þig bara á þinn styrkling og þínar gjafir. Inquire of the Lord. Þú átt að spyrja drottin And then do what he tells you. og gera síðan nákvæmlega hvað hann segir þér. And his third message was on protecting and guarding your heart. Og síðan var þetta boðskapurinn að varðveita hjarta þitt. Very important for us in 2026. Mjög mikilvægt fyrir okkur árið 2026. With everything that's happening in this world, Allt sem að ske í heiminum, we need to be able to stand fast by protecting our heart. þá þurfum við að geta staði í grandvarleika og varðveitt hjarta okkar. And in the midst of that sermon, he dropped a little gold nugget. Og í miðri ræðunni þá gaf hann okkur svona lítinn gullmóla. We are sheep. Við erum sauðir. Jesus Christ is the shepherd. Jesús Kristur hirðirinn. He is in control. Hann við stjórnvölinn. We know the shepherd's voice, Við þekkjum raust hirðisins and we go when he calls. og við förum þegar hann kallar. So today, Þannig að í dag, I want to talk to us about faithfulness. þannig að vil ég tala trúfesti. Emmanua, Emmanúa á hebreusku, not faith and belief and wishy-washy. ekki bara trú eða að treysta ykkur svona og stundum svolítið svona valt á fótum, But a true steadfastness, loyalty, active trust, reflecting a deep commitment to the sovereign God. heldur djúp staðfesta og að vera heilshugar og gefin drottni Guði. We all know the definition of faith from Hebrews 11:1. Við þekkjum öll skilgreininguna á hvað trú þýðir út frá Hebreabréfinu 11:1. But faith is the assurance of things hoped for. Þar segir að trúin fullvissa þess. The assurance of things hoped for. Það fullvissa þess sem við vonum. And the conviction of things not seen. Og það það sem ekki með auðið með augunum að sjá. It's not doubt. Það ekki efi, It's not a maybe. það ekki kannski, It's not a possibility. þetta ekki möguleiki, It is an assurance and a conviction that it will be. það sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. And for by it, the people of old received their commendation. Og síðan segir 11:2, fyrir hana fengu mennirnir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. And we are told in Habakkuk 2:4, Í Habakúk 2:4 að þá okkur sagt, behold, his soul is puffed up. It is not upright within him, but the righteous shall live by faith. sjá hann hrokafullur og beri í brjósti sér ráðvanda sál, en hinn réttláti mun lifa fyrir trúfesti sína. Amen. Here we see how Christians should live, not as one who trusts God, contrasting with proud, self-reliant people who know it all. Hérna sjáum við skýrt hvernig trúaður einstaklingur á að lifa frammi fyrir Guði, ekki sem ykkur sem að treystir á eigin getu og verleika. We actually know that we need God. Við í raun og veru vitum að ég þarf á Guði að halda. We're happy to confess it, Og okkur bara gjarnan auðvelt með að játa það acknowledge it. og kannast við það. We are not embarrassed by that fact. Og það ekkert sem við skömmumst okkur fyrir þá staðreynd. We need Jesus. Við þurfum á Jesú að halda. Doesn't matter how much knowledge I have. Það skiptir engu máli hversu mikla þekkingu ég hef, Doesn't matter how much reserve I've got in the bank. eða hvað ég á mikið á bankareikningnum. Doesn't matter how much fame I have. Það skiptir engu máli hversu frægur ég Without him, I am nothing. Án hans ég ekki neitt. We need to be humble and contrite people, serving for the living God. Við þurfum að vera auðmjúk og vandlátt fólk sem að þjóna lifandi Guði. And the truth be told,
Og í sannleika sagt, there's far too many believers og þá eru allt of margir trúaðir who still live in this old, proud, self-reliant, know-it-all person. sem að lifa á þessum gamla úldna stað að vera að reiða sig bara á sjálfa sig. As the song says, why are we waiting? Og það er eins og söngurinn segir, We af sang hverju it að býða? 10 Við vorum að minutes syngja ago. þetta fyrir 10 mínútum. So why are we waiting? Og hvers vegna við að býða? What must God do in our lives to bring us to the point where we say, now and no further, Lord? Og hvað þarf að gerast þess að eitthvað meira þar sem að við komum fram fyrir Guð og segjum núna og ekkert meira? I acknowledge that I need you, Ég kannast við það, ég þarf á þér að halda. that you are sovereign. Að þú ert almáttugur. You are Lord of my life. Þú ert drottinn lífsmíns. You are my Savior. Þú ert frelsarinn minn. And I surrender all to you, Lord, Og ég gef mig allt mitt undir þig. because he never withheld anything for us. Því að hann hélt aldrei neinu tilbaka fyrir okkur. Nothing. Engu. He gave everything, Hann gaf allt. even his son, Jesus Christ. Og jafnvel son sinn Jesú Krist. So the righteous shall live by faith. Þannig að hinir réttláti mun lifa fyrir trú. We see that also in the New Testament. Og þetta eru vers sem að færast inn í Nýja testamenti líka. In Romans 1, 16 and 17. Í Rómverjabrifinu 1, 16 og 17. For I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Ég fyrirveri mig ekki fyrir fagnaðarerindið, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingu fyrst en einnig Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Amen. Amen. You see, from faith to faith. Frá trú til trúar. You need to first step out in faith Þú eru fyrst að leggja af stað í trú for it to start. til þess að vegferðin byrji. From faith to faith. Frá trú til trúar. Your faith grows Trúin hún vex. as you step out in small faith so God can grow it into big faith. Það sem þú stígur út í smærri skrefum þannig að Guð geti látið að vaksa í stærri skref. And you notice that it's the power of God for salvation. Og þið áttuð ykkur á því að hér er það sem að kraftur Guðs opinberast til hjálpræðis. The pressure is off of us to bring about salvation for anyone. Það er ekki pressan á okkur að leiða ykkur til frelsis. Our role in this relationship is to sow seeds. Okkar þjónusta og samfélag fjallar að sá sákornum. Not even to bring the growth of those seeds. Og að það er ekki á okkar hlutskipti að þetta vaxi úr grasi, For God brings the growth. því að það segir að Guð gefur vöxtinn. But we have to share and plant the seeds, plant the seeds, plant the seeds. En við þurfum að vitna og planta sákornum út allt. Galatians 3:11 says the same. Galatabrifið 11. 3:11. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. En það er augljóst og fyrir Guði að það réttlætist enginn með lögmáli því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Amen. But it's also important to note that it's reiterated in the Bible that not one dot, not one iota of the law will fall away. En það er mikilvægt að minnast þess að það er ekki eitt stafkrókur í ritningunni sem mun falla frá eða vera ógerður. So it's not that we can just disregard it, Og það er ekki, fjallar ekki einhverja mótstöðu, but that we will not be saved through it. en þetta fjallar að við vorum hjálprað mun verka þannig að okkur verður hjálpað í gegnum það. Because we are saved by faith in Jesus Christ, by grace in faith in Jesus Þegar Christ. hjálpraði liggur í því að við trúum á Jesú Krist. He came and paid the price. Hann kom og greiddi fullnaðarverð. He took our sin, our shame, our disease, our iniquities Hann tók á sig okkar synd, sjúkdóma og alla okkar bresti. upon himself on the cross. Hann tók þetta á sig á krossin.
And he said, og sagði, it is finished. það fullkomnað. We just need to believe in him. Við þurfum bara að trúa á hann. Amen. Amen. And the other verse is Hebrews 10. Og síðan það í Hebreabréfinu 10. kafla, You can go and read that one for yourself. þið getið lesið það sjálf heima, 10:36-9. I don't want the pastor looking at her watch just now. Ég vil ekki að pastorinn fara svona líta á klukkuna. So, some central things for us to consider when we are thinking about faith. En það eru mikilvægir þungamiðjur hlutir sem við þurfum að ígrunda þegar við erum að tala trú. Justification is only by faith in Jesus Christ. Réttlætingin aðeins fyrir trú á Jesú Krist. And we see this in Romans 5. Og þetta sést í Rómverjabréfinu 5. kafla. And Paul, the apostle, is using this to show that righteousness comes from faith in God and not by us fulfilling the law. Og þar hann að lýsa því yfir að réttlætingin kemur aðeins fyrir trú en ekki fyrir lögmál eða eigin frammistöðu. So once we are justified, we are declared righteous. Og þegar við erum réttlætt, þá búið að lýsa okkur yfir að við séum réttlætt frammi fyrir Guði. Then the process of sanctification begins in our life. Og þá byrjar þessi helgun að eiga sér stað í líf okkar. Our character, or otherwise known as the fruit of righteousness in our lives, Það þýðir karakter okkar, eða með öðrum orðum, ávöxtur réttlætisins. this comes forth from a life lived by faith, characterized by obedience and trust. Þetta lýsir sér í lífi sem gengur áfram í hlýðni og trausti. Our character, or the fruit of righteousness, is not the reason that we are declared righteous. Ávöxtur réttlætisins ekki ástæðan fyrir að við erum kölluð réttlætt, But it's the fruit of us being declared righteous. en það ávöxturinn af því að það þegar búið að lýsa okkur yfir réttlætt. As we persevere with God, Það sem við höldum áfram göngunum með and we Guði go through trials and tribulations. og við förum í gegnum erfiðleika og þrengingar. We're on the mountaintop, we're in the valley. Við erum annarkvort á fjallstindi eða í dalnum, But we persevere with God. en við þreyjum þolum á We are skeiði loyal to God. með því að vera trúföst We are Guði. steadfast with God. Við sýnum stefnufestu með Guði Then God starts chipping away at our character. og Guð byrjar að meittla af okkur gamla mannin í karakter Suddenly, okkar. the fruit of righteousness starts to show in our lives. Og ávöxtur réttlætisins byrjar að afhjúpast í lífum okkar. Amen. Amen. And that is not a slow process. Og þetta hægur ferill. It's a very slow process. Þetta mjög hægur ferill. God will persevere with you around the mountain as many times as it takes for you to learn the lesson. Og Guð fer með því í kringu sama fjallið eins lengi og það tekur. My advice to you is to learn it once. Ráðlegging til mín að lærðu á fyrsta skiptinu sem þú ferð í kringu fjallið. But if not, Ef ekki, it's coming back again. þá byrjar það bara aftur. Trust me, I know. Treystu mér, ég hef reynslu í þessu. By faith, we have the promise of life. Fyrir trú að þá eigum við fyrirheiti líf. But not just life, Ekki bara líf, rather abundant eternal life. heldur eilíft líf. Because everything we need for life and godliness, we have in Christ Jesus. Allt sem við eigum í Kristi Jesú. Amen. Amen. Everything. Allt. The righteous person lives because they are secure in God's promises. Réttlætt manneskja, hún lifir vegna þess að hún örugg í Jesú Kristi. Receiving eternal life and avoiding judgment through their faith. Að meðtaka eilíft líf og ganga fram hjá dómi inn í eilíðina. And we see this in the example of Abraham. Og við sjáum þetta sem í eftirdæmi Abrahams. And today, Og í dag, I'd like to challenge you. það langar mér að skora ykkur á hólm. As we look at Abraham and Lot, Þegar við horfum á Abraham og Lot, we know Abraham and Lot. We know the story very well. við þekkjum þessa sögu mjög vel. And it starts off in Genesis 12. Og það byrjar í fyrstu Mósebók 12. kafla. No, he doesn't have to shout so much. Ég átti vist ekki að öskra svona. Now the Lord said to Abraham, Og Drottinn segir við Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you.
Farðu burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns til landsins sem ég mun vísa þér á. That word kindred is very interesting. Það sem að fjallar ættfólk. So as much as I want to challenge you, I want to give you hope today. Alveg svo ég vil skora á ykkur, þá vil ég líka gefa ykkur von. Because straight away we see that Abraham disobeyed. Við sjáum strax að Abraham í raun og veru óhlýðnaðist. Because the word kindred means nativity, a place of birth, by a implication, native country, also offspring, family. And God told him to leave your kindred. Og hann ættfólk, þetta fjallar ákveðin stað þar sem að viðkomandi fæddur og fjallar svona forsöguna og hann segir að hann eigi að yfirgefa allt þetta. And go to a land I will show you. Og fara til land sem Guð mun sýna honum. And he did many good things. Og hann gerði margt rétt. He went without even knowing where he was going. Hann fór á stað án þess að vita hvert hann var að fara. So Abraham went as the Lord had told him. Og Abraham hann lagði á stað eins og Guð hafi sagt fyrir. And Lot went with him. Og Lot frændas fór með honum. Amazing. God said, Skrítið. leave them. Guð hafi sagt, farðu frá ættfólki þínu. And then we see a little bit later in the passage, Og við sjáum seinna í kaflanum, there's a bit of a famine in the land. og þar ykkur svona örbrigði í landinu, So Abraham says, we're going down to Egypt. og Abraham segir, heyrðu, við förum bara niður til Egyptalands. And he says to his wife Sarah, just tell them you're my sister. En hann segir við konu sína Söru, heyrðu, segðu þeim bara ég systir þín. So they will separate, look after me and not kill me to get you. Og þannig að þeir muni ekki drepa mig til þess að eignast þig. And then God brought an affliction upon Pharaoh. En Guð, hann lét eitthvað undarlegt gerast fyrir faraóinn. And because Pharaoh had taken Sarah, his wife, into his palace, Og að því að hann hafði tekið Söru inn í höllina sína, he blessed Abraham with lots of stuff. og hann hafði blessað Abraham með miklum gæðum, Camels and female donkeys and male donkeys and servants and male servants. kameldýr og asnar og þjónustufólk. And then Pharaoh came to him and said, why are you doing this to me? En síðan kom faraó og sagði við hann, af hverju ertu að gera mér þetta? And then they leave and go back to the Negev. En þau fara síðan og fara til Negev. And there, Abraham and Lot, their herdsmen, is starting to strive with one another because there's not enough space. Og síðan vegna landskors að þá byrjar Abraham og Lot að kljást eða fólki þeirra líka. And Abraham says to Lot, that there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen. Og Abraham segir, það má ekki vera svo að sé eitthvað stríð á milli míns fólks og þíns fólks. For we are kingsmen. Því að við erum erindrekar. Is not the whole land before you? Það ekki allt landið sem að blasir við þér? Separate yourself from me. Þá segir Abraham við Lot, heyrðu, farð þú eitthvað annað í burt frá mér. If you take the left hand, Ef að þú fer til vinstri, I will go to the right. þá fer ég til hægri. Or if you take the right hand, Ef að þú fer til hægri, I will go to the left. þá fer ég til vinstri. And Lot lifted up his eyes En Lot, hann lyfti upp augun sínum and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere like the garden of the Lord. og sá Jórdansdalinn vera vel vaxinn, mikinn ávöxt þar og velur það. Like the land of Egypt, Eins og Egyptaland. in the direction of Zoar. In the... Direction of Zoar. Já, í átt að Sóar. This was before the Lord had destroyed Sodom and Gomorrah. Og þetta áður en drottin hafði eitt Sódómu og Gómoru. So Lot chose for himself Þannig að Lot, hann valdi fyrir sjálfan sig all the Jordan Valley, allan Jórdansdalinn and Lot journeyed east. og hann ferðaðist austur á bóginn. Thus they separated from each other. Þannig aðskildu þeir sig frá hvor öðrum. And Abraham settled in the land of Canaan. Og Abraham setti stað í Kananslandi. So we know what happened there. Og við sjáum hvað gerist þarna. And my encouragement and challenge to us today Uppörfun mín til okkar í dag þessi, is to be like Abraham. að vera eins og Abraham. You see, he didn't pick
which direction to go. Though he was the most senior person there, Hann gaf upp forvalið sitt þó að hann væri eldri. he had faithfulness in his God, Hann trúði og treysti Guði sínum that his God was in control. að Guð hans væri algjörlega við stjórnvölinn. And for 2026, Og fyrir 2026 I want to encourage us þá vill ég hvetja okkur that we live by faith, not by sight. að við lifum fyrir trú en ekki eftir því sem við sjáum. That we inquire of the Lord Að við virkilega leitum drottins and we do what he tells us. og gerum nákvæmlega það sem hann segir okkur. You can look with your eye, Þú getur hort með augunum, and even if you take a bucket of berries, for example, eða þú tekur svona berjakrukku eða berjafötu it looks beautiful in the bucket, og þetta mjög flott í fötunni, but when you start eating them, they're all soft and gooey. en þegar þú byrjar að borða þá öll svona mjúk og frekar svona viðbjóðsleg. You see, we can't live by sight Við getum ekki lífað eftir því sem við sjáum if we want the fullness of God. ef við viljum fullnustu Guðs. We have to live by faith. Við þurfum að lifa fyrir trú, We have to trust God. að treysta Guði. We don't know tomorrow. We can? We don't know tomorrow. Nei, við vitum ekki hvað morgundagurum ber í skauti sér In fact, we don't even know what's going to happen in an hour from now. og við vitum ekki einu sinni hvað mun gerast eftir klukkutíma. But God knows every day of our life. En Guð þekkir hver dag lífs okkar. It's written down in his book. Og það ritað í bók hans, segir ritningin. And when God separated from Abraham, Og þegar Lot aðskildi sig frá Abraham, when Lot separated from Abraham, not God, then we see that God comes back and changes the covenant. og þá sjáum við að Guð kemur tilbaka og breytir sáttmálanum. He confirms the covenant. Hann staðfestir sáttmálan. And I want to point out 7 things Mér langar að benda á 7 hluti to live this life of faithfulness and obedience. að lifa þessu trúfasta lífi og í hlýðni og trúfesti. Psalm 25:4 says, Í Sálmi 25:4 segir, Make me to know your ways, O Lord. Vísa mér vegu þína, drottin. Teach Isaiah 55:8-9. Jesja 55:9. For my thoughts are not your thoughts, Það segir að mínar hugsanir eru ekki eins og þínar hugsanir, neither are your ways my ways, né eru mínir vegir eins og ykkar vegir, declares the Lord. segir drottin. For as the heavens are higher than the earth, Því eins og himinin hærri en jörðin, so are my ways higher than your ways, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegur and my thoughts than your thoughts. og mínar hugsanir yðar hugsunum. So point 1, make sure you understand the way of the Lord. Þannig að í fyrsta lagi vertu vissum að þú skiljir vegu drottins. Point number 2, make sure you understand that God's ways is not plain and simple like our ways. Og skilja það að vegir Guðs ekki svona einfaldir eins og við myndum vilja hafa þá. They are not our ways. Þetta ekki okkar vegir. We don't understand how God can move the mountains. Við skiljum ekki hvernig Guð getur fært fjöll úr stað. Today my bank balance is this. Í dag bankareikningur minn í þessari stöðu. In God's economy, tomorrow it's that. Í efnahagskerfi Guðs þá hann allt í einu allt annað. His ways are not our ways. Hans vegir ekki okkar vegir.
And we need to trust and obey him. Og við þurfum að treysta og hlýða á honum. Isaiah 43:19.3. Jesja 43, 19? 43:19, yes. 43, 19. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni. Það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þér það ekki. I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ég gjöri veg eyðimörkina og leiði ár öræfin. In other words, God makes a way when there seems to be no way. Með öðrum orðum, Guð, hann gerir veg þar sem virðist ekki fært annars vegar. But you need faith to activate that. En þú þarf trú til þess að ganga út á þetta. You need obedience to walk in that. Þú þarf hlýðni til þess að ganga þennan veg. You need to know your God to follow hard after him Þú in þarf that, að þekkja þinn Guð til þess að fylgja á eftir. because he will grow trust in you as you do it. Því að hann eykur traustið þegar þú gerir þetta. In Matthew 19:26, but it says, but with God all things are possible. En með Guð, það segir að Guð megnar allt. Or Luke 1:37 says, for nothing will be impossible with God. Í Lúkas 1:37 þá ekkert Guði ómögulegt. He makes a way when there is no way. Hann gerir veg þar sem engin vegur. No matter what the circumstance or the situation is, he can make a way. Það sem það skiptir engu máli kringumstæðurnar, það sem engin leið, þar gerir Guð leið. James 1:2-4. Í Jakobsbréfinu 1:2-4. Count it all joy, my brothers, when you face trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you, me and you, we may be perfect and complete, lacking in nothing. Álítið það bræður mínir, eintómt gleðiefni þið ratið í ýmis konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta ykkar vekur þolgæði. En þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður séu engu ábótavant. That trial, that testing, that situation, that circumstance have its full effect, that you come through it with joy, with peace, with excitement, with hope, that you may be changed, that you may be perfect and complete. Þess að þú ert fullbúinn, alger og sért hæfur til þess að ganga þennan veg. You see, during those situations and circumstances, Í þessum kringumstæðum áttaðu þig á því, we are not alone. þá erum við ekki ein. He is with us in the fire. Hann með okkur í eldsofninum, He is with us in the storm, hann með okkur í storminum, and he will never leave us nor forsake us. hann mun aldrei sleppa hendinni af þér. Always. Hann alltaf með þér. And we know that for those who love God, Og all things work together for good. Og við vitum að orðið segir að það samverkar allt til góðs þeim sem elska Guð, For those who are called according to his purpose. sem eru kölluð samkvæmt fyrirætlun hans. And some of us have been through horrific things, Sum okkar hafa farið í gegnum hörmungar og erfiða hluti, but with hindsight now, en þegar við lítum í bakspegilinn, as we look back and reflect on our life, og þegar við skyggnumst aðeins yfir líf okkar, we see what God was doing. þá sjáum við hvað Guð var að gera. We see what he was doing. Við sjáum hvað hann var að gera. And as sad as it may sound, Og sorglega og það hljómar, we are better people for it. að við erum betra fólk fyrir það. As Gunnar was saying earlier, Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Eins og Gunnar var að tala áðan að samkvæmt Galatbréfinu 5:22 að þegar þú gengur með anda Guðs þá það ávöxtur andans sem kemur fram. Don't run ahead of God. Ekki hlaupa á undan Guði, Don't think you know better than God. ekki halda að þú viti betur en hann. He knows everything. Hann veit alla hluti And he has the utmost best intentions for your life og hann hefur bara í hyggju fyrir þig allra besta. if you just trust and follow him. Ef þú treystir honum bara og fylgir honum. And as I wrap up,
Og þegar ég kem að lokum, Point 7. í 7. lið, David in the Psalm 16 says, í Sálmi 16 segir Davíð, "The Lord is my chosen portion and my cup. það segir að Drottinn minn mældi bikar. You hold my lot. Þú heldur hlut mínum. The lines have fallen for me in pleasant places. Það segir mér fjallu að erðahlut indælir staðir. Indeed, I have a beautiful inheritance. Á arfleið mín líkar mér vel. Amen. Amen. God has the most wonderful plans for each one of us. Guð hefur bestu og dásanlegustu áætlun með líf eins og sérhvers okkar. God is faithful. Guð trúfastur. He will never leave us nor forsake us. Hann mun aldrei sleppa okkur hendinni. There is absolutely nothing that catches him by surprise. Það ekkert sem kemur honum á óvart. He is steadfast. Hann staðfastur. He is loyal to the point of sending his son, Jesus Christ, to die on the cross for us. Hann svo trúfastur að hann gaf sinn einkason til þess að deyja á krossinu fyrir okkur. He is active in our lives every day. Og hann að verka í lífum okkar allan daginn. And he is extremely committed to our success. Og hann óumdælanlega gefinn í því að við náum fram að ganga. Will we choose to be Abraham Viljum við velja það að vera Abraham and say, God, you're in control, og segja Guð, þú við stjórnvölinn and trust him for the plans for our life? og treysta honum fyrir áætlanir lífs okkar. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen.